Þeir eru sestir hjá mér Erpur Eyvindarson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson til þess að fara yfir það sem að hæst bara á árinu. Já, þeir eru sestir hér Erpur Eyvindarson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Strákar, ég byrja nú að spyrja ykkur þessara sömu spurningar. Kannski hetja ársins fyrst. Ef þú rýður á það. Já, ég var nú ekki undir þetta búinn. Frá mínum bæjardyrum séð það líklega bara kona mín að hafa umborið mig síðustu mánuðina. Já, ég held þessi sammála þér, sko. Ég hef verið býsna erfiður og mikið í burtu og illa sinnt heimilistörfum og slíkum. Þannig að, já, frá mér séð þá verði ég að velja hana. Hvernig sérstaklega, ég myndi segja, ég myndi gefa henni mitt atkvæði líka vegna þess að núna ert þú að fara að taka við Framsóknarflokknum jafnvel, eða ekki? Já, förum í það. Hvernig standa þessi Framsóknarmál núna? Já, þau standa þannig að ég er búinn að vera að hugsa mig í, hvað ætli sé ekki komið, þriðju viku. Ég náttúrulega átti dálítið erfitt með að taka þetta alvarlega í byrjun, enda var ég þá ekki einu sinni skráður í Framsóknarflokkinn. Mér var nú bent á að það væri ekki vandamál því að það staði á fæðingarvottorðinu, en það er eins að ég svona hafði efasemdir að íslensku stjórnmálaflokkur væri tilbúinn til þess að fara í svo róttæka umpólun eða breytingu að fá manni sem að margir teldu utanaðkomandi til þess að leiða flokkinn. Það ekki bara að gera, er einhver þarna eftir inni, eða þú veist? Já, fullt af góðu fólki og maður heyrir alveg á þessu fólki sem er þetta kallað grasrótin í flokknum að það er nákvæmlega sama sinnis og almenningur bæði hvað það þarf að gera hérna í þjóðfélaginu og hvað flokkunum þarf að gera. Og þegar ég var búinn að átta mig á því að þetta væri raunverulegu vilji þorra grasrótarinnar í Framsóknarflokknum, þá fór ég að líta þetta alvarlegum augum. Og svo reyndar... Og ætlar að láta slag standa? Já, það er þessi tímabært áður en árið klárast að upplýsa það að ég meta svo núna eftir að hafa haft þessar 2-3 vikur til þess að ræða við fólk í Framsóknarflokknum og átta mig fyllilega á því að það er mikil einurð í þessu fólki með það að flokkurinn þurfi að byrja frá grunni, byrja alveg upp á nýtt, þurfi að endurvinna tröst. Skiptum nafn kannski bara á svona. Ég segi það kannski. En þessi flokkur, ekki síður en aðrir flokkar, sem hafa orðið fyrir gríðarlegum álitssnekki vegna þess sem hefur gerst hérna í þjóðfélaginu, að hann þurfi að sýna það í verki að hann ætla að vera afl sem að vinni fyrir almenninga því að bæta almannahag og hafi þar engin önnur markmið. Og ástæðan fyrir því að upp kemur þessi hugmynd að fá mig í þetta er svo að menn telja mikilvægt að sýna með óyggjandi hætti að Framsóknarflokkurinn sé tilbúinn til þess að velja sér forystumann sem að sé eingöngu þar í umboði grasrótarinnar en ekki tilheyrandi einhverjum ákveðnum fylkingum og skuldi einhverjum greiða. Hvað segir þú þetta, Erpur? Ertu þú ekki tilbúinn til þess að skráði í Framsóknarflokkinn og kjósa Sigmund í formann? Ef konaðin kýst þig, sko, þá hlýtur hún að vera hetjan þín, sko, en það ekki, í þessu. Ef einhver kýs, sko, Framsóknarflokkinn, að mínum mati, eftir allt þetta sem við erum búin að ganga í gegnum, með valgerði sem við ykkur ára og svo framvegis, og Framsóknarflokkurinn er búin að vera bara svona eitthvað takknýtingu sjálfstæðisflokksins, Davíð Oddsson ákveður að fara í þetta ævintýri sitt, þetta frjálshyggju ævintýri sitt, einkavæða allt. Gera það verkum að bankakerfið er margfalt stærri en ríkið og ríkið hefur bara ekkert bolmagn til að hafa stjórn á neinu. Allar þessar hugmyndir sem við byggðar á, sko, það sem við erum búin að sjá núna, við erum búin að sjá, sko, ég meina, það er búin að vera unga út úr öllum þessum háskólum, HÍ og HR og svo framvegis, fólk sem er búin að byggja einhverja hugmyndafræði sem er byggð á einhverjum ævintýrum. Við erum að tala um þessi frjálshyggja sem gengur út á það að það séu bara einhverja ósýnilegar hendur. Adam Smith og ósynlega hendi markaðir sem bara kippin, sko, ég veit bara það sem að menn vita, hérna, sko, Magnús Skarphéðinsson, er hann búinn að vera að stjórna þessu það? Það er bara eins og að sé einhverju ósynlega upp sem að stoppi þegar þetta afl og sterti það mikið og ég meina, mér þessi hugmyndafræði, mér veist hún hafa verið algjörlega skúrkur ásins og gæjarnir sem að leiddu þetta inn í Alþingi og út í hagkerfið, það finnst mér að vera alveg heiklust skúrkarnir. En einmitt ef við viljum breytingar, það er bara þannig að það er mjög erfitt að stofna nýjan stjórnmálaflokk á Íslandi og þarna ertu með hreyfingu sem er með allt til alls. Er ekki bara fínt að menn eins og Sigmundur taki þessa hreyfingu yfir? Ég held að hann sé, sko,
sko, örugglega búin að læra eitthvað af reynslunni, en þetta ennþá Framsóknarflokkurinn. Þetta ennþá Sjálfstæðisflokkurinn og það virkar bara þannig að ef þú keyrir fullur í 16 ár, það hlýtur og svo klessukeyriru bara þjóðarbúskapinn, þá hlýtur einhver að segja, herðu, nú bara keyrir þú ekkert meira, nú ferð þú aftur í, sko. Þannig að ég legg til að Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn verði ekki bara aftur í barnasæti, þeir verði í skottinu, sko, í næstu ríkisstjórn. Vegna þess að þegar þeir sem bara ábráðu hvernig þeir komið fyrir okkur. En Sigmundur, þú vantilega svarar þessu þannig að þú hefur ekkert verið að keyra. Já, en ég þarf samt að gera athugasemdir við það sem Erpur var að segja varðandi Framsóknarflokkinn, því að það ekki hægt að tala þannig að þetta sem að þú lýsir, þetta hugarfar sem að var ríkjandi hérna, hafi einhvað með almenna flokksmenn í Framsóknarflokknum að gera. Þvert á móti þá held ég að sé komið ljós núna að Framsóknarstefna, það að segja skynsemis miðjustefna, eina viti við að stýra einu þjóðfélagi. Núna þegar á 2 ára tímabili búið að hrynja bæði stefnur til vinstri og hægri í stjórnmálum, þessir ismar. Fyrst kommunismin fyrir tæpum 20 árum síðan og svo núna kapitalismin og það hugarfar sem að þú lýstir og kannski einhverjir Framsóknarmenn hafi leiðist út í. En mjög andstætt. Leiðtogi Halldór Ásgrímsson, Finnur Ingólfsson, þeir hafa verið fánaberar þessa frjálshyggju og ég meina við vitum alveg að Steingrímur Hermannsson, svo Framsóknarstefna sem hann keyrði var allt annað. En það var hann alltaf svona við og við eins og Framsóknarmenn gera. Þeir það er mjög gallið með almennan flokksmann, maður tala við þá og maður jafnvel svona nær stundum að vera sammála þeim, en þeir eru alltaf svona, þeir gera aldrei eitt í málum. Þetta er alltaf þetta sem þeir eru alltaf bara svona, já ég var alltaf herstöðanstæðingar í hjartanu. Það er þessi típa, sko. En hvað? Skil hvað við, menn hafa haldið með stjórnmálaflokkum eins og þeir var að halda með íþróttaliði og þessi liði voru svo að keppa í völdum. Og þar á leiðandi vantaði aðhaldið kannski miklu leyti í stjórnmálaflokkana vegna þess að menn bara héldu með sínu liði saman hvað á gekk og fyrir sérstaklega þessar tvo flokkar. Sjálfstæðisflokkurinn er mest leiðtogaflokkur, það er bara ein Reich, ein Volk, ein Führer og ein kolkrabbi, sko. Ég er ekki sammála því að þessi leiðtogi og Hollustad... Nei, ég er ekki sammála því að þessi leiðtogi og Hollustad hafi verið minni í öðrum flokkum. En þetta sem þú lýsir... Vinstrimenn eru svona klopnir út af því að menn hlýði ekki leiðtogi. Þeir eru í eðlisínu uppreisnarmenn. Þeir sem eru lengst til vinstri, þeir enda klopna þeir flokkar af lendalaust. En áður við förum í Evrópu klúðurársins, þá langar maður að tala með almenna flokksmenn. Og það að þeir hafi einlegan vilja. Það er það sem er að verða ofan á núna og Framsóknarflokkurinn er fyrstur til þess að sýna í verki að almennir flokksmenn þar séu að skynja þessa breytingu sem hefur orðið í þjóðfélaginu, gerir sig grein fyrir því að það þurfi ekki bara að breyta stjórnmálaflokkunum, það þurfi að breyta öllu kerfinu. Mér langar að spyrja aðeins, þeir voru 16 ára að fatta þetta, sko. Áður við förum í Evrópu klúðurársins, þá langar mig að spyrja þig bara örstutt, Sigmundur. Þetta er ekki nema einhverjar rúmar 2 vikur sem þú hefur til stefnu. Er þetta eitthvað glæta fyrir það Hjóli, Pál Magnússon og... Jónínu Ben. Jónínu Ben er nú ekki búin að vera til fórnast. Það ekki? En þetta verður erfitt verkefni fyrir því. Verður ekki það verður erfitt verkefni og ég hef ekki... Það er Ástu Magnússon að vera þetta líka. Ég hef ekki gáð málstóð þessu nema vegna þess að ég skynja það að það sé mjög mikil hreyfing fyrir þessu í græsrótinni í flokknum. Ástu Magnússon líka. Og í rauninni þá er það þessi hópur fólks all land sem er að bjóða mig fram út frá þessari hugsun að formaðurinn verði eingöngu fulltrúi grasrótarinnar og beri ábyrgð gagnvart henni og sé í hennar umboði. Og svo bara sjáum við hvort sú stefnuna verður ofan og ef ekki, þá er það allt í lagi, þá er það engin skaði fyrir mig. Strákar, ef ég spyr ykkur núna þetta, afrek og klúðurársins, Sigmundur, þú byrjar. Já, það er náttúrulega ekki að hafa mörg orðum klúðurársins, það hlýtur öllum að vera ljóst hvað það er. Það er þetta hrun sem að varða í íslensku efnahagslífi. Svo getur maður velt fyrir sér ástæðunum fyrir því. Eitthvað eitt sem stendur upp úr þar? En það sem við þurfum kannski sérstaklega að skoða í því ljósi er áður en við komumst að niðurstöðum hvernig þetta var til sem við þurfum að gera á endanum, en það verður vonandi rannsakað ítarlega. Ég reyndar hef nokkrar efasemdir þær aðferðir sem hafa verið notaðar til þess en hvaðan það. En til að byrja með þurfum við að horfast í augu við það að það er ekki verið að taka rétt á málunum. Og núna eigum við á hættu að þessi þjóð að sitja uppi með skuldir sem er fullkomlega ómögulegt að borga. Sem við þurfum ekki að borga, eða ættum ekki að þurfa að borga. Já, raun og þá hafa verið færð ágætis lagaleg rök fyrir því að okkur beri ekki skylda til þess að borga allt sem að verður að setja á okkur. Og þar af leiðandi átti það að vera frumskylda íslenskra stjórnvalda að koma í veg fyrir
að við sætum upp með meiri skuldir heldur en okkur bæri lagalega skylda til. Vegna þess að við einfaldlega getum ekki tekið á okkur meira, sérstaklega ekki við þessar aðstæður. Ísland í þeirri öfundsverðu stöðu að hafa gríðarlega mikið af auðlindum og hæfu fólki og gat verið fyrst til þess að taka á þessar heimskreppu sem nú er að hefjast. En ef að þessar skuldir allar saman skella á okkur vegna Icesave og annarra mála, þá er ég dálítið hræddur að okkur verði allar bjargir bannaðar. Þetta er stóra málið sem að þarf að taka. Hvað segirðu? Klúður ársins? Klúður ársins. Ég meina, þú veist, það er sama klúðrið, þessi ríkisstjórn sem er búin að vera að kæta þessi 16 ára, senastu 16 ára, það er búin að vera sama klúðrið, bara allt sem er að vera gert, þetta er ekki, þetta sem að gerast núna, þetta er ekki einn atburður. Fannst þér það breytast mikið með nýju ríkisstjórninni? Ég meina, við erum að tala um að það búið að vera markvisst verið að vinna þessara niðurstöðu með því að engaða bankan svo framvegis, þannig að hlauta enda svona, þannig að ég myndi segja að það væri bara sama á öll í ári, þessi ríkisstjórn, hrunið, og hvernig var tekið á því framhaldinu, að skuli ekki að vera kosið, að skuli ekki, að við skulum ennþá vera með Mugabe upp í sefanganum. Mér finnst þetta bara allt vera bara stanslaust og bara svona dóminu og rally af klúðri. Allt sem tengist þessari ríkisstjórn. Afrekið, það eitthvað annað en íþróttirnar? Ég er samt aðeins að fá að bæta við. Þú varst nú svona sniður að fá öfgamann hérna með þess að hafa skemmtilega kontrastaði þessu. Það var eitthvað skemmtilegt, sko. Gagnrýnin, öll þessi gagnrýni er rétt. En við verðum að passa okkur að því að ætla ekki að leysa þetta með því að hengja ákveðna menn og þannig sem málið afgreitt. Að þetta hafi gert vegna þess að vondir menn hafi ætlað sér að valda þessu hruni. Vegna þess að þá lítum við fram hjá stóra vandamálinu sem er kerfislægi vandinn. Kerfið hérna hefur verið með þeim hætti að það let þetta bjóti þetta fyrirkomulag sem að þessi við. Fólk býr til kerfi, nákvæmlega, fólk býr til kerfi og þess vegna verðum við núna að læra þessu hvernig við getum byggt hérna betra kerfi svoleiðis að þetta gerist aldrei aftur. Og það er ágætt að bera það saman til dæmis við það fyrir að verða slys í flugi til að mynda, þá rannsaka menn það ítarlega hvers vegna var þetta slys og breyta síðan öllu flugkerfi heimsins með tilliti til þess, það gerist aldrei aftur. En mér það sem ég veist svakalegt að það er þegar sko framsóknarmenn og sjálfstæðismenn segja, já, nei, við skulum ekki vera að benda á hennar sökudólga. Og Samfylkingin. Já, og Samfylkingin, alveg rétt, vegna þess að þeir vita hvað sökudólgarnir eru. Það eru þeir. Það er Valgerður og félagar, það er Davíð, það er allt þetta lið. Þannig að auðvitað verður að benda sökudólgarnir, þess að samfélag virka þannig að ef þú keyrir þjóðarskútuna bara í kaf, það þarf einhver að setja ábyrgð. Þannig virkar samfélagi, þannig virkar lögin í landinu. Vissulega, og það verður aldrei ró hérna í þessu samfélagi fyrir að menn fá þá tilfinninguna að þetta er allt saman verið gert. Og þess vegna kom aðeins inn á áðan með það að ég var ekki ánægð með þær aðferðir sem verið notaði fyrir rannsóknirnar hérna. Ég benti á það strax í byrjun október að það þyrfti að fá erlenda menn til þess að rannsaka þetta einfaldlega vegna þess að tengslin eru svo mikil í þessu litla samfélagi að jafnvel þó að menn vinni heiðarlega og gerir hlutina mjög vel, þá verður alltaf til staðar þessi efi. Tengdist hann einhverjum, var hann að lífa einhverjum og svo framvegis. Þannig að við þurfum að fá algjörlega utanaðkomandi fólk til þess að fara yfir þetta allt saman og svo með hjálp. Ertu þú ekki sammála Erpum það að það þurfa að kjósa? Jú, ég er sammála um það. Ekki? Já, mér finnst þessi vor. Ég sé nú sammála um ýmislegt þó að við höfum kannski ólíkar leiðir við að setja það fram. Ég er náttúrulega bara að öfga svona lýðræði sinni, ólíkt til með ríkisstjórnir sem er verið hérna, sem vill ekki kjósa. Það er allt keyrt í gegn, hvort sem er EES eða bara í sögunni, þá aldrei að kjósa. Og mér finnst mjög fallegt að vera að kalla þér öfga svona lýðræði sinni vegna þess að þannig lít ég á þetta. Mér finnst lýðræði að skipta máli. Mér finnst ekki þetta að vera að ríkisstjórnin sé bara allráð. Þú veist þegar hún kom meirihluta, þótt að hún sé með 30% bak við sig. Framsóknarflokkurinn, félagar þínir sem þú ert að fara að leiða núna í framtíðinni, þetta er liðið sem að fór með okkur í Íraksstríð. Með 10% könnun eftir könnun, það var 10% af þjóðinni sem studdu það. Þú veist, það var Framsókn og Sjálfstæðisflokkur. Og Halldór, hvað vissi hann af því eða? Þú veist, allt þetta, ég tek lýðræði alvarlega. Mér finnst verðum að gera, samfélag virkar ekki öðruvísi, en við tökum það alvarlega þetta sem við þykjumst vera. Ef við ætlum að taka lýðræði alvarlega, þá verður líka að huga því hver eru skoðanir fólksins, en ekki segja að þú tilheyrir þessum flokki og þar á leiðandi eftir þessara skoðanar. Og mótið kemur að fólk sem tilheyrir flokki verður líka að þora að hafa frjálsa skoðan. Já, en þetta er bara svo sagt, eins og með Íraksstríð, þá sögðu þessar haugarnir í Bandaríkjunum, þeir sögðu, já, það er bara mikið af leiðtogum hérna í Evrópu, þeir eru svo hræddir við almenning að þora ekki að leiða minnihluta sjónarmið í gegn eins og Íraksstríðið var. Þannig að, þú veist, ég er að segja að þegar flokkur svo Framsókn lætur það bara viðgangast
að sko styðja Ísland áfram í Íraksstríð, þá hlýtur hann að vera hvaða flokknum með það. Mér langar að spyrja það svona rétt á lokum. Flokkurinn lítið ekki viðgangast, ungliðar í Framsóknarflokknum og fjöldinn allra Framsóknarfélögum. Mér langar að leyfa þér að lokum að segja aðeins, hvert langar þig að taka Framsóknarflokkinn ef þú næðir völdum þar? Framsóknarflokkurinn þarf að verða sá flokkur sem að hann kannski sem að Framsóknarmenn töldu hann vera hérna áður en telja núna hann hafi fjarlægst. Hann þarf að fara aftur nær því að vera hinn eiginlegi Framsóknarflokkur og það er að segja miðjuflokkur sem að fylgir skynsamri miðjuleið við úrlausn mála en er líka ófeiminn við það að leita eftir ráðgjöf frá fólki sem er ekki endilega flokksbundnir Framsóknarmenn. Og hluti af vandamáli hérna í því sem er að gerast er að það er allir í ríkisstjórnarflokkunum að því virðist, eða stór hluti þeirra svo upptekinn við að verja einhvað valdakerfi sem að má ekki riðlast vegna þess að þá geti allt farið á hliðina og hafa þar á leiðandi ekki leita sér ráða hjá þeim sem að hefðu getað hjálpað. Ég var fundastjórinn daginn hjá félagi viðskiptafræðinga og hagfræðinga þar sem að voru margir af reyndustu mönnum landsins á þessu sviði, reyndasta fólkinu og það hafði ekkert verið leitað til þess við þessar aðstæður. Og það sama við á öðrum sviðum, hvort sem er í landbúnaði, sjómennsku, iðnaði eða öðru. Það þarf menn þurfa að vera tilbúnir til þess að leita til þeirra sem hafa vita á málunum og komast þannig að finna skynsamustu leiðina. Ég veit að við erum sammálaðir þar. Framsóknarflokkurinn verði flokkur sem að þora að gera það en sé ekki að verja tiltekinn valdastrúktúr. Nú talar þú bara svo fyrir einhvern allt annan flokk heldur en Framsóknarflokkurinn er búin að vera. Nei, þú bara þekkir ekki Framsóknarflokk. Það er allt og mikið á honum sko. Eftir 16 ár. Takk fyrir það. Takk fyrir komuna báðir tveir. Við segjum þetta gott í kvöld en mér langar rétt að lókum að þakka áhorfendum fyrir samfylgdina. Það eru skipulagsbreytingar í fyrirtækinu og ég er ekki hluti af þeim breytingum þannig að ég þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina í gegnum þann tíma sem ég hef verið í þessum þætti.